Í gömlum pappakassa fundust nýlega óþekkt lög eftir eitt af okkar bestu tónskáldum, Árna Thorsteinsson. Flestir Íslendingar hafa einhvern tímann sungið lög Árna, margir kannski án þess að vita að hann samdi lög eins og Rósin og Nótt. Jónas Ingimundarson píanóleikari mun ásamt einsöngvurunum Gunnari Guðbjörnssyni og Ólafi Kjartani Sigurðarsyni frumflytja lögin nýfundnu á tónleikum í salnum á föstudagskvöld í bland við hans þekktustu lög. Við skulum nú heyra nánar af þessum merkilega fundi. Hvernig fundust þessi áður óþekktu verk eftir hann ávæðinu? Já, þau fundust í nýlegu dánarbúi fjölskyldunni. Og það má segja það, við vorum svona svolítið að velta í fyrir okkur í fjölskyldunni hvað við ætlum að gera við þetta. Og Haukur Viktorsson, maðurinn minn, hann hafði samband við Jónas Ingimundarson og hann kom heim til okkar og skoðaði í kassan og þá fóru hjólin að rúlla og þessar nótur eru núna komnar hérna niður í tónlistarsafn og það verða að búa að skanna þær og svo meiningin að þær verði varðveittar á Þjóðskjalasafninu. Blómin blöð breddu faðmót sólu glöð. Já, í kassanum eru handrit tónskáldsins og meðal þessara handrita fjöldi tónsmíða sem við þekktum ekki. Við erum kannski að tala 30-40 ný lög sem eru að detta í andlitið á okkur hérna upp úr þessum kassa. Oft finnst oss vårt land eins og helgrinda hjart, en hart það aðeins sem móðir við barn. Hvernig varð ykkur við þegar þið áttuðu ykkur á því hvert var innihaldið í kassanum? Já, þetta var góð spurning. Fyrst, það má segja það að Jónas og Trausti Jónsson voru heima og skoða þetta og við sáum kannski að þeir urðu bara svona andaktugir. Ég var nú kannski ekki eins andaktug því þetta voru bara einhver pappir og svona fyrir mér. Ást mín sagði lengra, loks var kallað aftur snú. En hvernig tónskáld var Árni? Hann algjörlega sjálfmenntaður. Hann lærði eitthvað örlítið á píanó sem unglingur, en algjörlega sjálfmenntaður. Og hann í Kaupmannahöfn í nokkur ár, hafði alltaf að læra læknisfræði en var ýtt frá þeirri hugmynd vegna þess að hann var örvæntur og svona lítum hann á hlutina þá. Í stað þess lærði Árni ljósmyndun og drakk í sig norræna tónlistarstrauma. Hann samdi eingöngu sönglög, mest fyrir kóra og einsöngvara og kom fram með sitt fyrsta efni árið 1907, 37 ára gamall. Þá hann heilsteypt tónskáld með feiknarlega grípandi tónlist og stærsti hlutin af lögunum sem var komið út 1907 hafa verið sungin og svo að segja næstum öllum tónleikum íslensku þjóðarinnar fram í dag. Þau fengu líf frá fyrsta degi. Lamma mín það sagði mér sólarlag spil, en ertu fögur sem forðum og forlögin skilji okkur. Vona minna bjarmi á barmi þér ljómar, mig ut til skýja þar gýja þín bljómar.
einhver ný perla þarna sem þú sér fyrir þér að verði svona geipi vinsæl eins og sumt af því sem Árni samdi? Það nú mjög gaman að seinasta nóttinni tekst eftir Þorstein Erlingsson. Það minnir mann pínulítið á Tónskísson eftir Beethoven, en það er einhver alveg sérstakur svona íslenskur hausttónn í þessu sem meiri háttar. En þar sem hann söng þá sitt sætasta lag, hann seinna við hríðarnar barðist, og veikari dag eftir dag, þar